Áhrif ímyndunarþjálfunar á vítahinni í körfuknattleik eftir Kára Einarsson og Móniku Klóanski. Þetta BS verkefni frá 2012 og við byrjum blaðsíðu 15. Athyglisstjórnun. Til að fólk geti lært nýja hluti þarf að veita þeim athygli. Skynfæri fólks geta aðeins tekið við takmörkuðu magni upplýsinga frá umhverfinu í einu. Þess vegna athygli lífsnauðsynlegur þáttur í skynjunar. Hugtakið athygli vísar í mörg ferli í taugakerfinu sem gerir fólki kleift að einbeita sér að einu áreiti á kostnað annarra. Íþróttafólk og þjálfarar flestir meðvitaðir að einbeiting grundvallarþáttur velgengni. Margir þjálfarar barna leggja til dæmis frá upphafi áherslu á að þau læri að einbeita sér að verkefnunum sem krefjast nákvæmni. Sem dæmi þegar þjálfarar segja krökkunum að horfa allan tímann á boltann þegar þau sparka fótbolta, grípa hafnabolta eða slá golfkúlu. Einbeiting almennt skilgreind sem hæfileikinn til að viðhalda athygli á völdu áreiti í ákveðin tíma. Weinberg og Gold telja góð skilgreining á einbeitingu feli í sér 4 atriði. Það að viðhalda athygli á mikilvægum vísbendingum í umhverfinu, viðhalda athygli í langan tíma, færa athygli á milli áreita þegar þörf krefur og vera meðvitaður aðstæður. Rannsóknir á áhrifum athygli á frammistöðu í íþróttum hafa sýnt að athygli skiptir miklu máli fyrir velgengni. Íþróttasérfræðingar hafa til dæmis sýnt fram að afreksíþróttafólk betra í að stjórna og viðhalda athygli í verkefnunum sem framundan heldur en þeir sem ná ekki jafn langt í íþróttum. Til að skýra sambandi milli athygli og frammistöðu hafa flestar rannsóknir tekið mið af upplýsingarvinnslu nálguninni. Í henni felst að hægt sé að skýra sambandið með 3 meginferlum: athyglisvali, athyglisgetu og árverkni athyglinnar. Athyglisval hæfileikinn til að velja og einblína á ákveðnar vísbendingar, atburði eða hugsanir og útiloka truflandi áreiti. Athyglisgeta vísar til að fólk geti aðeins meðtekið takmarkað magn upplýsinga í einu. Árverkni athyglinnar vísar til að aukning á tilfinningalegri spennu þrengir athyglina. Það þegar fólk í kvíðavaldandi aðstæðum einbeitir sér að markáreiti, minnkar getan til að taka eftir og svara áreitum í jaðarsjónsviðinu. Sumar rannsóknir hafa sýnt að stundum getur þrenging á athygli leitt til betri frammistöðu en almennt, þá versnar hún þar sem mikilvægar upplýsingar úr umhverfinu glatast. Þegar fólk lærir nýjar aðferðir í íþróttum eins og að dribla körfubolta nota það meðvituð ferli sem krefjast mikilvægra athygli til að aðferðin heppnist. Þegar aðferð orðin vel lærð verður ferlið sjálfvirkt og hægt að beina athygli að öðrum mikilvægum atriðum. Til dæmis þegar einstaklingur orðin mjög færi að dribla körfubolta gerir hann það ósjálfrátt á meðan hann einbeitir sér að því að finna besta möguleikann til að senda. Af þessu má draga að mikilvægt að æfa grundvallar atriði íþróttarinnar þangað til að hegðunum verður sjálfvirk til að hægt sé að beina athygli að fleiri mikilvægum upplýsingum í umhverfinu. Netfjör og félagar skipta athygli í 2 víddir, breidd og stefnu. Breidd felur sér víðan og þröngan fókus og stefna felur sér innri og ytri fókus. Breiður fókus vísar til hversu mörg áreiti eða vísbendi íþróttamaður þarf að sinna á hverju augnabliki, en stefna vísar til þess hvort athygli einstaklingsins sé á innri eða ytri þáttum í umhverfinu. Dæmi víðan fókus þegar leikstjórnandi í körfubolta kemst á hraðaupplaup og þarf að vera meðvitaður marga möguleika að velja svo einn. Dæmi þröngan fókus þegar körfuboltamaður tekur vítaskot. Þá þarf hann aðeins að einbeita sér að því að kasta boltanum ofan í körfuna. Innri fókus beinist að innri þáttum eins og hugsunum og tilfinningum, til dæmis þegar körfuboltamaður undirbýr sig til að taka vítaskot eða hástökkvari undirbýr sig til að taka af stað í aðalhlaup að ronni. Ytri fókus beinist að athygli áreitum og hlutum í umhverfinu. Dæmi ytri áreiti eru fótbolti í fótboltaleik, körfubolti í körfuboltaleik eða hreyfingar mótherja í ákveðnum aðstæðum.
Í hvert skipti sem einstaklingur undirbýr sig andlega fyrir atburð eða keppni notar hann aðferð sem kallast sjálfstal. Hardy, Hall og Hardy skilgreindu sjálfstal sem fyrirbæri með mörgum víddum sem snúa að samtali íþróttamanns við sjálfan sig. Sjálfstal er ekki aðeins talið hafa áhrif á einbeitingu, heldur getur það líka skipt máli til að bæta færni, áhugahvöt og sjálfstraust. Sjálfstal getur átt sér stað bæði í hljóði og uppátt og haft jákvæð eða neikvæð áhrif á frammistöðu fólks. Algengt er að sjálfstal sé skipt í 3 flokka: jákvætt sjálfstal, leiðbeinandi sjálfstal og neikvætt sjálfstal. Jákvætt sjálfstal felur venjulega í sér aukna orku, framlag og jákvætt viðhorf. Leiðbeinandi sjálfstal leggur áherslu á að hjálpa einstaklingnum að einbeita sér að tæknilegum hluta verkefnisins til að bæta frammistöðu. Neikvætt sjálfstal er þegar fólk gagnrýnir og lítillækkar sjálft sig með orðum sem eykur kvíða og dregur úr líkum á góðri frammistöðu. Rannsóknir á áhrifum sjálfstals og frammistöðu hafa flestar sýnt að frammistaða íþróttamanna batnar eftir að nota jákvætt sjálfstal frekar en hlutlaust eða neikvætt sjálfstal. Rannsókn Guvin og Hallwell sýndi að þeir sem nota jákvætt sjálfstal í pílukasti standa sig betur heldur en þeir sem nota neikvætt eða hlutlaust sjálfstal. Rannsókn Van Raalte sýndi að fólk er gjarnt á að nota neikvætt sjálfstal og nota það jafnvel meira heldur en jákvætt. Ungir tennisspilarar voru líklegri til að nota neikvætt sjálfstal eins og sjálfsgagnrýni heldur en jákvætt sjálfstal eins og hvatningu. Til að bæta mögulega frammistöðu íþróttamanna og þjálfara er mikilvægt að íþróttasálfræðingar og sérfræðingar gefi þeim ábendingar hvernig best er að nota sjálfstal.